Við byrjum hins vegar á einni af þeim leiðum sem nefnt hefur verið til lausnar á skuldavanda heimilina, en það afkomutengdar afborganir af húsnæðislánum. Og Þórólfur Matthíasson, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, skrifaði á dögunum grein í Morgunblaðið þar sem hann setur þessa hugmynd fram. Jóhanna kynnti sér hvað þessi hugmynd felur í sér og ræði síðan við þá Þórólf og Tryggva Þór Herbertsson mögulega lausnir á skuldavanda heimilana. Hugmynd Þórólfs gengur út á það að öllum einstaklingum sem höfðu tekið lán þegar hrunið varð verði boðið að tengja afborgun á lánum við tekjur. Einstaklingur og viðskiptabanki hans getur þá farið fram á að ákveðin hluti höfuðstóls eða jafnvel allur höfuðstólsskuldar verði gerður á afkomutengdu láni. Þórólfur talar eingöngu húsnæðislán í grein sinni í Morgunblaðinu en segir að þessi leið geti einnig verið möguleiki fyrir önnur lán eins og til að mynda bílalán. Þórólfur sér fyrir sér að auðveldast væri að gera þetta gegnum skattkerfið og væri þó til dæmis hægt að tengja afborganir við staðgreiðsluna hver mánaðamót. Sú leið myndi þá kalla á uppgjör ári síðar í samræmi við heildartekjur skuldara samkvæmt skattaskýrslu. Þórólfur sér ekki fyrir sér að þetta geti farið fram innan bankana þar sem fólk myndi ekki sætta sig við að viðkvæmar skattaupplýsingar væri í bönkunum. Heldur þyrfti þá sérstök stofnun að kaupa kröfurnar af bönkunum og sjá að innheimta þær í gegnum skattkerfið. Þessi hugmynd gerir ekki ráð fyrir niðurfærslu skulda, heldur lengist lánstíminn ef tekjurnar haldast lægri út tímabilið. Hve mikið lánstími lengist háð því hve lengi skuldarinn þarf að greiða lægri afborgun. Þórólfur leggur áherslu á að þessi leið myndi draga úr áhættu lánveitanda, þess vegna mætti sjá fyrir sér að vextir getur lækkað á lánunum við þessa aðgerð. Stærri hluti af afborgunum færi þá í að greiða niður höfuðstólinn, það að segja upphæð lánsins sem myndi lækka hraðar, sem myndi aftur vega upp á móti lengingu lánstímans. Já, velkomin báðir tveir. Þórólfur, það fór svona yfir þessa tillögur sem að þú settir fram þetta í Morgunblaðinu á dögunum. Sko, einhver myndi að segja að þessi tillaga gerir ekki nokkuð skapaðan hlut fyrir mig, það engin niðurfærsla fólkin í þessari tillögu, það umverulega verið að hneppa mig bara í nánast endalaust skuldafangelsi eftir hve lengi ég þarf að greiða lægri afborgun á láninu. Jú, við skulum aðeins velta fyrir okkur hver vandinn. Vandinn sá að fólk að borga miklu hærri afborganir og vexti af sínum lánum heldur en það gerði ráð fyrir vegna þess að það orðið breytingar varðandi verðlagsþróun og mögulega tekjur hjá einstaklingum líka. Og það sem að þessi aðferð gerir, að hún minnkar útgjöldin núna og það sem að kreppir að. En ekki einhver útgjöld einhver tíman í framtíðinni þegar að aðstæður vonandi hafa að batna. Við skulum hafa það í huga mjög margir þeirra sem að hafa orðið fyrir skakkaföllum ungt velmenntað fólk sem að þó að það hafi þurft að draga úr vinnu núna eða fái lægri bónus að greidda heldur en að það hafi fengið á árunum 2002 til 2006 að þá þetta fólk mjög líklegt til þess að komast í þá stöðu aftur að vera með góðar tekjur og hafa góð ráð á því að borga sína neyslu eins og það var búið að planleggja hana fyrir nokkrum árum síðan. En þarf að sætta sig við það að lánstíminn geti lengst verulega. Já. Og það þarf að bera þess að byrða reitt. Það sem að það þarf að sætta sig við skulum, það getur náttúrulega verið að heimslukku hjól þessa fólks snúist líka í hina áttina. Það getur vel verið að væri fljótar að borga lánin niður heldur en samkvæmt gömlu aðferðinni. Það fer eftir því hvernig tekjur einstaklingana þróast. Tryggvi, þú hefur nú verið talsmaður þess svona einhverjar allsherjarleiðar, allsherjar niðurfærslu skulda, jafnvel upp undir 20% á hvern einasta skuldara. Hvernig líst þér á þessar tillögur? Sko, ég held að allar tillögur og allar hugmyndir eru þennan góða. En ég held að við verðum að gera okkur grein fyrir því svona vissum grundvallar forsendum áður heldur en að við raunverulega leggjum til endanlegu leiðina. Við verðum að skilja það að það blóðvöllur þarna úti núna, að raunlaunin hafa lækkað gríðarlega, eignaverð hefur lækkað, fasteignaverð hefur lækkað 30%, skuldirnar hafa hækkað, vextir eru í hæstu hæðum, það ekki neitt útlit með að gengi muni styrkjast hérna alveg á næstunni, þannig að þetta blóðvöllur. Afleiðingarnar af því eru þær að núna eru í kringu 20% af öllum húsnæðislánum í bankakerfinu í vanskilum
og í kringu 12% í Íbúðalánasjóði og þá ég að telja inn frystu lánin sem vanskil líka. Svona lausnir eins og Þórólfur að tala um, þær virka ágætlega þegar að vandamálin eru svona við getum sagt viðráðanleg. En nákvæmlega eins og þú bentir á að með því að hneppa svona stóran hluta á þjóðinni í einhvers konar skuldafangilsi getum við sagt, það sér ekki fram á skuldunum, að þá fer þessi greiðslu vilji sem við höfum verið að tala um. Fólk bara einfallega gefst upp, segir ég ætla bara ekki að taka þátt í þessu, það getur flutt til útlanda, það getur hægt að greiða og annað slíkt. En eins og Þórólfur bendir á að það að hjálpa þessu fólki núna að komast yfir erfiðasta hérna. Hárrétt, þess vegna segja að þetta fínt að fá svona hugmyndir inn í púkkið og það örugglega hægt að vinna úr þessu. En það eitt sem að kannski gleymist í hugmyndum eins og þessari og það það að hinum megin, við höfum skuldar öðrum megin og síðan höfum við lánadrottinn hinum megin og lánadrottinn, bankarnir í þessu tilfelli og Íbúðalánasjóður, sitja þá uppi með lánasafn sem alls óvíst hvers virði alls óvíst og þú getur ekki byggt upp traust bankakerfi á einhverjum lánasöfnum sem að engin veit raunverulega hvers virði Þórólfur, hvað með þessi rökamitt að þú getur ekki byggt upp lánasöfn bankana á svona lánasöfnum sem engin veit hvers virði eru? Ég held þvert á móti að með því fyrirkomulagi sem að ég var að stinga upp á að þá myndu lánin verða miklu tryggari ef að við tengjum þetta í gegnum skattakerfið að þá eru þetta öruggustu endurgreiðslu sem að hægt að fá og eins og ég var að hugsa mér að þetta yrði útfært að þá myndi bankarnir við getum hugsað okkur húsnæðisdeild í Lánasjóði íslenskra námsmanna vegna þess að þeir kunna að fara með útreikning og innheimtu á svona lánum að þá gæti hún fengið lánin og myndi eðlilega láta bankana hafa skuldabréf á móti þannig að þessi aðferð, hún hefur einmitt þann kost að hún laskar ekki eignasöfn bankana. Efnahagsreikningar bankana standa alveg jafn keikir á eftir á meðan að niðurfærsluleiðin og hún tekur út úr eignum bankana og ég heyrði það til dæmis í dag að í Íbúðalánasjóði þá eiginfjárhlutfall hans komið niður í 4,7% og það þar með ekkert mjög mikið upp á að hlaupa þar til þess að gefa af gjöfum. Því miður. Vanskilin eru 3 sinnum eiginfjárhlutfalli. Já, þeir telja það nú ekki vanskil þessa frystinga, það er samningar þar á baku. Já, væntanlega fólk sem að treysta sér samt ekki til að greiða að fylla lánunum sínum. Já, þeir eru að sækjast eftir mjög svipaðri lausn og ég búinn að benda á að lækka greiðslubyrðin og flytja höfuðstól nattar, en ég bara að tala um að gera það á miklu skipulegri hátt. Við skulum muna það, þegar að fólk var að semja þessi lán á sínum tíma, þá fór það í greiðslumat og þá var spurt hvað stóran hluta af þínum ráðstöfunartekjum, tekjum eftir skatt, getur þú notað í að borga húsnæðisláninu. Og ég bara að tala um að fara tilbaka með það og ég held að það skipti ekki alveg öllu máli fyrir fólk sem hvort að síðasta greiðslan eftir 20 ára eða 30 ára þegar þú horfir núna fram í tíman. Já, ég veit ekki. Við erum líka að tala um svoleið, við erum að tala um hvort að síðasta greiðslan eftir kannski 30 ár eða hvort hann eftir 70 ár. Málið það að við tökum helminginn af skuldunum, færum það aftur fyrir með vöxtum og öðru slíku, að þá mun það lengja gríðarlega mikið í þessu. En Grímur, þeir sem hafa til að mynda ekki verið fylgjandi þessari niðurfærslu, þeir segja bara að það verið að færa peningur einum í annan. Jón Steinsson, hagfræðingur, skrifar hérna grein í Morgunblaðið í dag og segir að þetta sé raunverulega bara tilfærsla fjár frá venjulegu launafólki til stór skuldugs hátekjufólks og byrðin af hruninu verði með ákvörðun stjórnvalda færð til þeirra sem tóku þá minni lán. Já, þetta hljómar svona frekar eins og pólitíkus sé að tala heldur en hagfræðingur. Ég fannst þér að vera að tala eins og talsmaður stjórnvalda í þessari grein. Erum við þetta fólk sem er að tala hérna, sem þið hafi verið að tala við hérna til dæmis í Kastljósi sem við höfum verið að sjá í fjölmiðlum, er þetta eitthvað hálauna fólk sem er verið að tala um? Við erum að tala hérna um fólk sem eru öryrkjar og við erum að tala bara um venjulegt fólk, en það aftur á móti hálauna fólkið gamla, það líka. En hvaðan þessi peningar að koma? Því að nú talið þér báðir hagfræðingar, þið talið alveg í kross. Nei, við erum ekki að tala í kross. Jú, vegna þess að
hvað á fólk að halda? Þórólfur segir þessi leið kemur ekki til greina þessi skuldaniðurfelling, það er bara ekki hægt. Það er bara lottaraskapur að halda fram að þessi hægt að gera þetta. Sko ég held og meðan þú kemur fram og segir þetta er hægt. Ég held það. Hvernig er þetta hægt? Ég held að það sem við verðum að gera okkur grein fyrir að þetta verður kostnaður hans. Og það er kostnaður sem ríkissjóður mun taka á sig, bankarnir mun taka á sig, lánardrottnar mun taka á sig. Það er algjörlega, við erum komið svo langt yfir þann tíma að það dugi einhverja smáskammtalækningar. Það er gríðarlega mikil vandamál í þessum lánasöfnum, eða það er að segja í lánum hjá fólki. Ef að það væri ekki, að þá myndum við ekki, þá væri við ekki að sjá þessi hróp utan á samfélaginu. En eru við þá ekki einmitt þeir sem að fóru varlega, eru þeir þá ekki að borga fyrir þá sem að fóru ekki eins varlega? Já sko, málið er það að alla fjármálakreppur þær kosta og það eru skattgreiðendur almennt sem að bera byrðarnar af því. Og það er algjörlega á hreinu að fólk sem að aldrei hefur tekið lán og annað slíkt, að það ber kostnaði í gegnum hærri skatta núna. Að núna er kostnaðin þegar af þessari kreppu eru orðnir kannski einhverjir 700 milljarðar eitthvað svoleiðis með þessi og það er engin annar heldur en skattgreiðendur sem mun greiða það. Þannig að Og hefur við bara sem Íslands samfélag efna því? Nei sko, málið er það, ég get alveg staðið hérna og fullyrt að við höfum ekki efna á þessari fjármálakrepp. Við höfum ekki efna á henni. En við erum bara í þessari stöðu. Og við verðum bara að reyna að vinna okkur sem best út. Við megum ekki kýla niður. Til þessari almennu skuldaniðurfellingu? Nei, við höfum ekki svigrúm í neitt. En við verðum bara að gera hlutina. Eftir kreppuna miklu í Bandaríkjunum, þá kom upp svipuð staða. Að það var algjörlega ljóst að laun höfðu lækkað það mikið að fólk gat ekki staðið í skilum. Lánin voru bundin við gull. Og hvað var gert? Sú tenging var afnumin til þess að fólk myndi ráða við að borga þetta. Og hverjir borguðu fyrir það? Það voru lánadrottnarnir sem borguðu fyrir það. Þannig að við höfum þar mjög gott dæmi um svona niðurfærslu. Lánadrottnarnir eru nú í mörgum tilfellum ellilífeyrisþegar þessa lands. Við skulum hafa það í huga varðandi þá sem að koma og hafa orðið illa út úr kreppun og talað hefur verið við. Þar er mikið af fólki sem að býr við slæmar lífsaðstæður. Og ég ger ekki lítið úr þeirra vanda. En sú aðferð að skera af flatt yfir línuna, það gefur bara því miður allt öðrum aðilum mjög stórar gjafir. Það er ekki að færa þessum öryrkjum eða einstæðum mæðurum nokkurt skapaðan hlut. Hvað getur haldið því fram? Vegna þess að það fólk á yfirleitt ekki það dýrar eignir að það er ekki það fólk sem hefur verið að taka 50 til 100 miljón krónar lán. Það er ekki það fólk sem er með bílalánin. En ég fékk nú bara bréf frá einum, hann tók nú ekki með bara 1 milljón og afborgunin var 20.000, er komin upp í 47.000, foreldrar skráðu fyrir láninu, hann hefur ekki efna á að borga því ennþá, þannig að það eru allir undir bara þessar 1 milljón. En hvað myndi það hjálpa honum með skuldaniðurfellinguna, að hjálpa honum með því að gefa einhverjum öðrum manni 20 milljónir? En hefur við efna á að hugsa svona eins og hann segir, staðan er svo alvarleg, við höfum ekki efna á því að hugsa þannig að við ætlum að gefa smælingjónum smámóla og stóru mólana í leiðinni til þeirra sem að vel standa. Við verðum að láta þetta ganga beint til þeirra sem að mest á því þurfa að halda. Og svo aðferð sem að ég hef verið að stinga hérna upp á, hún gerir nákvæmlega það. Og leið og aðstæður breytast, að þá ferð að borga meira. En hvað með þessi réttlætisrök? Að því fólk segir, það verður forsendubrestur, eigum við lántakendur að bera alla þessa ábyrgð en lánveitendur ekki neitt. Það er allt hreinir hérna. Þeir bara fá sitt að lokum, hvernig svo sem fer. Þessar aðferðir sem er verið að stinga upp og eins og Tryggvi var að tala varðandi kreppuna miklu, þetta lendir á skattgreiðendum, þannig að þarna er verið að tala að hræra upp í körfunni og dreifa því niður á alla og gefa stæðstu gjafirna til þeirra sem að fóru óvarlegast í fjármálum. Til þeirra sem fóru vest út úr hlutunum. Fóru vest vegna þess að þeir fóru óvarlega í upphafi. Ef það slakar á, má ég skal ég segja, gefa ykkur eitt dæmi. Mjög einfalt dæmi. Tökum ung hjón sem að
Karlmaðurinn var kannski að vinna á verkfræðistofu með 650.000 skall, kona var að vinna í banka með 700.000 skall. Þau keyptu sér raðhús, tóku 30 milljón króna lán og jeppa og annars slíkt, skulduðu kannski eftir þetta segjum 35 milljónir. Núna skuldar þetta fólk í kringu 70 milljónir. Verkfræði bransinn er niður og hann er komið niður í segjum 450.000 skall. Hún er búin að missa vinnuna, var að vinna sem trader í einhverjum bankanum. Er þetta óráðsíu fólk? Eigum við ekkert að hjálpa þessu fólki? Jú, ég er að tala um það, Tryggvi, að lækka greiðslubyrðina núna hjá þessu fólki. Verkfræðibransin verður ekki alltaf niðri. Vonandi tekst þessum sölumanni í banka að finna sér aðra vinnu, væntanlega ekki í banka vegna þess að það er hrunið og verður ekki í boði. Meðan tikkar alltaf 15% vöxtum. Á 15%, nei, við erum að tala um miklu lægri raunvexti en það. Já, lægri raunvexti, það er alveg rétt, en þú veist að við tölum um raunvexti, við erum hagfræðingar. Málið er það að við getum ekki, það er fullt af fólki sem að gerði mistök í sínu fjármálum, fullt af fólki sem situr eftir mikla skuldir. Mjög margir sem að líka ekki mistök og standa vel. Það er ekki hægt að segja við þetta fólk, þið eru bara óráðsíu fólk og þú veist, við ætlum ekki að hjálpa ykkur og það er ósympathískt að tala svona. Nei, Tryggvi, það er ekki verið að gera það. Það er verið einmitt að vera að reyna að gera, það hljómar þannig, þú vilt láta það hljóma þannig, en þannig er það ekki. Við höldum áfram að fylgjast með þessum málum. Ríkisstjórnin ætlar að setja fram einhverja tillögur. En góðar hugmyndir, allar góðar hugmyndir eru að koma fram. Já, í upphafi þings. Við sjáum hvað setur í þessum málum og hvert þetta leiðir allt saman. Kæra þakkir fyrir komuna, Þórólfur og Tryggvi Þór. Takk.